Já, velkomin að Rauðaborðinu í það sem við köllum helgispjall. Þá fáum við hingað að Rauðaborðinu einhvern veit gest og ræðum við hann líf hans og viðhorf. Og hingað er komin Steindór J. Erlingsson, vísinda sagnfræðingur, baráttumaður í ýmsum málum. Vertu velkomin. Takk. Hvað segirðu, hvernig hefur það? Bara ágætt, það er undarlega tilfinning að vera komin aftur í stúdíu, það er langt síðan ég hef gert þetta, en mér líður bara ágætlega. Já, oftast þá fæ ég fólk bara til að segja mér eiginlega bara frá sínu lífi og mér finnst gott að byrja bara á æskunni, svona hvaða maður kemur og bara fyrir okkur til að hjálpa okkur til að skilja fólk, að við komum alltaf inn í einhver tíðaranda, við komum inn í einhverja stétt og einhvern stað og annað slíkt. Já, þannig að hvaðan er Steindór? Ég fæddist árið 1966 og foreldrar mínir heita Anna Sigurðardóttir og Erlingur Kristjánsson. Faðir minn er rafeindavirki og þegar ég fæddist þá bjuggu þau á Lóranstöðin á Snæfellsnesi, þessi stóra mastrið er. Þannig að ég eitti fyrstu árum ævi minna þar, heldur ég var rúmlega 30 ára, man náttúrulega ekkert eftir því. Og átti þar eina systur sem er eldri en ég, 3 árum eldri, Elín Margrét. Og við fluttum síðan þegar ég var semst á 4. aldursári til Hafnarfjarðar og þar elst ég upp. Og 6 árum eftir ég fæðist þá kemur bróður minn í spilið, Sigurður Ingi. Og já, ég er miðjubarn, já, og átti bara mjög ánægilega æsku í Hafnarfirði. Stundum er samt að miðjubarnið sé tindabannið, það er ekki þannig? Nei, ég hef ekki upplifað mig þannig, sko, en ég er gjör ólíkur systkinum mínum, sko, því að það er svo fyndið að ég hef svona ljósa útlit mömmu og skapgerðina hennar, en systkini mín hafa dökka útlit pappa og svona líka eru honum í skapgerð, þannig að ég og mamma eru mjög lík. Já. Var þetta þannig fjölskylda að það veri svona lið, þú og mamma í liði? Nei, þetta var bara samheldin fjölskylda? Mjög samheldin fjölskylda og ég átti mjög góða barnæsku og bara áhyggjulaust líf eins og þetta var á þeim tíma fyrir daga snjallsíma og maður fór bara út að leika sér og foreldrar þurftu bara að þola það að börnin kom bara þegar þeim hentaði. En nú hefur þú skrifað mikið og sagt frá glímunni við þunglyndi. Já. Og maður gæti eiginlega sagt, og þú hefur sagt að þú hefur eiginlega búið í helvíti stærsta hluta ævinnar. Í grein sem er í ritinu, að þá skrifaru það að þú hefur meira og minna verið í helvíti undanfarið 30 ár. Já, ég er búin að búa við gríðarlega erfiðleika sem að maður reykja til áfalla sem var fyrir árið 1988 í Eþíópíu. Já, þegar þú ert orðin... Ég er á 21. öðru aldursári. Þá er ég valinn úr hópi nokkur umsækjenda til þess að vinna sem sjálfboðalið fyrir Rauða krossinn í Godjam héraði í Eþíópíu. Þannig að við komum að því, en að því ég var að spyrja æskuna. Já. Því þú lítur náttúrulega að hafa verið að leita svara bara í þinni sögu og þínu lífi og er það ekkert svona í æskunni sem að þú sérð að hafi stemt í það að þú fengir þessa byrði frekar heldur en til dæmis systkini? Jú, sko ég er þannig skapgerð að bara þá því ég man eftir mér þá hef ég alltaf sett hag annara framar mín meginhag. Ég hef bara innprentað í mig að vilja hjálpa fólki. Með óvaxna samkennd. Já, og konurnar í hverfinu voru fljótar að komast að því. Ég fór reglulega að keypti bagatell og vindla fyrir eina og rækjusalat fyrir aðra og mér finnst þetta bara mjög gaman og þegar ég var orðin 10-11 ára var ég fann að passa fyrir konur í hverfinu og fyrir frænkur og þannig að ég var viðkvæmur og mér kannski skorti dálítið svona trú á sjálfum mér. Hvernig varstu þá í hópi, svona eins og í bekknum? Bara fyrirmyndanemandi. Var aldrei send skólastjóra og gekk mjög vel í skóla og
En ég fann alltaf þetta að það var eitthvað inn í mér sem að hélt aftur af mér og ég spilaði fótbolta með FH gegnum alla yngri flokkana og fann þetta alltaf þar að mér fannst ég einhvern veginn ekki vera jafn góður og hinir en þetta voru engin gerðarvandamál, þetta var bara mín skapgerð. Áttu við að eins og þú hefur ekki gefið þig sjálfu þér svona nógu mikið pláss? Það er málið, já. Þú hefur verið að bæla sjálfa þig? Já. Og ekki fundist þú vera, já ég myndi ekki gefið þig nógu mikið pláss? Nei, það er nefnilega málið og þannig, en eins og ég segi, þetta er í eðlisínu góður eiginleiki því að við þurfum fólk sem er tilbúið að fórna sér skilyrðislaust eða lítið fyrir aðra en þetta getur orðið baggi og það er ekkert sem að ég veit ekkert af hverju ég er svona en ég veit að móður minn hefur þessa tilhneigingu líka þannig að ég hefur þetta örugglega frá henni. Já. Þú ferði í menntaskóla? Já, í Flensborg í Hafnarfirði. Já, og gengur vel? Það fer orðið á þér að þú sett ljóngáfaður? Já, mér gekk vel þar og og ég náttúrulega, við lentum í fjölmörgum verkföllum á þessum árum sko. Þannig að það var lengi vel óvist bara hvort maður myndi ná að klára. Já, verkföllin 84 og þar í kring. Já, og en ég útskrifaðist 1986 og ákvað þá að taka mér ársfrí og var að vinna þann vetur og byrjaði svo í háskólanum haustið líffræði. Já. Hvernig er þú eftir að því að nú erum við komin alveg upp að þeim tíma að þú fer til Eþíópíu, ef þú myndir lýsa Steindóri þannig, ungu manni? Hann var feiminn en það brann inn í mér hugsjón og löngun til þess að hjálpa. Og hjálpa hverjum? Fólkinu í Afríku. Ég hélt að við getum einhvern hátt hjálpað þessu fólki en ég komst nú öðru þegar ég kom þarna út Þetta er Live-Aid tíminn þegar það voru hungusneiðar í fyllilegar hungusneiðir í Eþíópíu og búið að svona vekja raunverulega upp samvisku og athygli Vesturlanda. En þú tókst þessu sem svona þér bæri að gera eitthvað. Já, og ég sá bara auglýsingu í einhverja dagblöðunum þar sem að Rauði krossinn var auglýst eftir sjálfboðaliðum til að fara til Eþíópíu og ég sótti og komst í gegnum allar þynningar og endanum voru við valin eitthvað 12-14 til þess að fara, vorum senda á 2 helganámskeið þar sem var farið við lífið þarna og ég man eftir, það var sænsk ungkona frá Svíþjóð sem kom og var með okkur og svona hélt utan á námskeið og sem hafði mikla reynslu að starfa í Eþíópíu og ég man þegar hún sagði við okkur að eitt af því sem þið munu fljótlega byrja að gera er að tala daglega hægðirnar ykkar því að lífið mér snúast það meira og minna og ég man alltaf fannst það bara fáránlegt en það kom í ljós að svo var raunin og það var þá þegar var búið að velja eina unga konu sem fór með mér og svo var ég valinn úr þessum 12-14 mann hópið að fara með henni. Þið fóru bara 2? Já. Og hvað áttu þið að gera? Við áttum að fara inn í verkefni sem að Stefán Hafstein var búinn að undirbúa í Eþíópíu og það meðal annars því að fá fólki til þess að borða fisk. Það bjóð þarna við þorpið sem ég bjóði heitir Bahir Dar og var smáþorp þá en ég googlaði, þetta eru stórborg í dag, ég trúði ekki þegar ég sá háísinn þar, þetta þorp við Tanavatn sem önnur uppspretta Nílar og náttúrulega fólk bara það hafði ekki þann kultúr að fara að veiða fiskinn í vatninu þannig að það átti að hjálpa því að veiða fiskinn en við náttúrulega maður átti að þess á því þegar maður kom þarna út að þetta eins og að það allt svo svifaseint þarna allar áætlanir þær stóðust ekki og þegar ég fór heim fársjúkur og þá var rauninni ósköp lítið farið að gera sko. Þannig að þið höfðu lítil tæki til þess að framkvæma verki sem þið ætluðuð? Já, það var verið og svona kannski mikilvægasta verkefni sem að byrja þegar við komum og við vorum svona að fylgjast með var að byggja brunna yfir vatnsból
því að helst sko forsenda heilbrigðis hreint vatn og í þorpónu sem við heimsóttum að þar fór konur og börn að sækja vatn í sömu vatnsbólu og húsdýrin og drukku úr og maður átti að sjá því að það er mjög flókið að koma með okkar evrósku þekkingu og fá fólkið þess að skilja það. Til dæmis, ég man að vinnukonan okkar, hún átti ungan strák sem var með úttanning kvið og greinilega með ormasýkingu og hann bara gerði hægðir sínar í garðinum í þessu litla húsi sem við byggum í og hún eitthvað virtist ekki skilja þegar vorum að segja henni að það mætti ekki koma við kúkinn því að þá endur smitaði hann sig. Þannig að þetta tekur tíma að koma þessu sem okkur finnst vera sjálfsögð þekking. Og svo man ég eftir einnig skemmtilegri sögu sem að þýskur hjúkrunarfræðingur sem var að vinna svona, að reyna að draga úr barneignum kvennanna. Hún sagði okkur söguna því að hún kom í þorp og var að reyna kenna körlunum út að smokka. Svo daginn eftir hún vaknaði þá voru allir krakkarnir bara blás smokkan og búið blöður úr þeim. Þannig að þetta ekki eins einfalt og kannski ég var náttúrulega bara ungur og óreyndur og þetta var miklu flóknar allt saman en ég hélt og svo bara hjálpastörfin sko snúast, ég áttaði með því að þeir snúast ekki alltaf bara að hjálpa einhverju þróunarlandi heldur líka iðnað í landinu sem að gefa peningar og þetta sá ég rosalega skýrt í stóru verkefni í stíplu sem Ítalir voru að byggja í sunnanverðri í Eþíópíu og ég gleymi ekki að okkur var sagt það á þessum innfættu að þeir fluttu inn mat, vinnuafl og þeir einu sem fengu peninga þarna Eþíópíu voru vændiskonurnar og þá spyr maður sig sko, til hvers verið að þessu. Þú talar fisk að á þessum árum var verkefni hérna heima að búa til skreiðartöflur við ykkur staðar á Norðurlandi með jarðhita sem var náttúrulega bara styrkur við íslenska sjávarútveg og svo var það flutt til Afríku sem þróunaraðstoð. Öll verðmætin í þeirri vinnslu voru hérna heima. Sko. En það þetta sló mig verulega að sjá hvernig Ítalarnir skildu ekkert eftir nema smá vera fyrir vændiskonurnar. En þetta var hryllileg hungursneyð, en varst þú á svona svæðinu þar sem að hún var... Nei, hún var að mestu yfir staðinn sko, og það hafði ringt þokkalega á þessu svæði sem við vorum á þegar við komum og þannig að það var ekki hungursneyð á svæðinu á þessum tíma en þú sást eitthvað, þú varst fyrir einhverju áfalli, þú sást einhverju hörmungar. Maður upplifði ýmsa hluti sem að náttúrulega venlegt fólk getur bara ekki ímynda sér sko, og ég upplifði, ég náttúrulega hef talsvert skrifað þennan 1,5 sólarhring í lífi mínu sem bara var algjör martröð sko. Það semst einn daginn að það var stríð í landinu þegar ég var þarna og það var semst að Eritrea og Tígri voru að berjast fyrir sjálfstæði sínu og á þessum tíma réð ríkjum í Eþíópíu Mengistu sem var einræðisherra og hann naut stuðning sovjetmanna þannig að það var herflugvöllur hérna í útjaðri þorpsins sem bjói og þar voru bækistöðar fyrir MiG herþotur sem að sovjaskir flugmenn flugu og maður sá þá reglulega á svona fínasta hótelinu í þorpinu og það voru fíleldir menn sem drukku bara vodka og þeir röfuðu reglulega hljóðmúrin yfir þorpinu bara örgulega til þess að sína okkur hinnum hver riði ríkjum þarna og einn daginn þá heyrið svona hvellur og ég held að þetta sé bara nú séu rússarnir að þenja sig að sovjetmennir að þenja sig en þá var þetta farþegaþota sem að hrapaði í útjaðri þorpsins og ég kom að því og það var erfið aðkoma en það var enn erfiðara daginn eftir því að það voru engar geymslur til að geyma líkin þannig að við þurftum að taka myndir af líkonum meðan að ættingarnir voru að bera kennsla það hafði mikil og traumatísk áhrif á mig sko. Og
og að kvöldi þessa dags þá buðum við vinum okkar sem hefðu verið þarna svona, komin ála þessu með okkur heim til okkar og svo því ég var að keyra síðasta hópin heim að þá er skotarós og það er einn sem deyr. Það liggur bara fyrir frá bílinn með byssukúlu í gegnum brjóstkassan og ég segi, ég er búin að skrifa þetta talsett áður fjallaði þetta en fer svona hundaveði yfir þetta og í staðin þess að flýja sem ég hefði átt að gera því að ég hefði getað verið skotin þá beið ég bara og því ég gæti ekki farið frá þessum manni og fór með hann á spítalan. Það var ekkert að gera og þeir bara skildi hann eftir þannig að ég hélt í hendina á hann þar til hann gaf upp öndina. Þetta upplifði ég semst á 1,5 sólarhring og þannig að þetta hafði rosalega slæm áhrif á mig og svo náttúrulega veiktist ég alvarlega, var miklu skemur en ég ætlaði mér og það var rosalega traumatist en ég fjalla nánar þetta í bók sem er að koma út í haust þannig að kannski óþarf að vera en það er svona ég var þessi viðkvæmi einstaklingur sem að bara þoldi ekki það sem ég upplifði Eþíópíu en það er eitt sem að kannski er rétt að geta sem sýnir svona að það er ekki bara neikvætt að vera svona viðkvæmur og eins og ég greinilega var. Eitt af því sem maður komst fljótlega að þarna út í Eþíópíu er að evróska eða hvíta hjálparfólkið, hvítu hjálparstarfsmennir, þeir eignuðust eiginlega aldrei vini, þeir kynntust ekkert innfæddum. Og ég veit ekki hvað, það var eitthvað í mínu fari sem að gerða verkum að ég eignaðist alveg bara fullt af vinum. Og þetta spurðist til höfuðstöðuna í höfuðstöður Rauða krossins í Addis Ababa og ég var beðinn að halda námskeið það hvernig ætti að vingast við innfædda og ég var að tala við fólk sem það var til 2 konur sem gátu verið ömmu mínar og ég náttúrulega skildi ekki þá hvað það var í mínu fari sem að gerða verkum að ég eignaðist þessa vini. Það var bara það, ég var þessi bara hjartalígi strákur sem vildi vera vinur allra. Já, meina hitt fólki var kannski uppi með svona varnir gagnvart óhugnarlegu ástandinu. Ég veit það ekki, já. Ég var bara naív, ég var varnarlaus, algjörlega varnarlaus. Þannig að það var eiginlega triksið, það einhvert vini er að fella niður varnirnar sér. Fella niður varnirnar og já. En það getur verið háskalegt á svona háskastöðum. Þetta er bara eins og að vera læknir og vera ekki með brynju. Þú endist ekki lengi í starfi ef þú brynjar þig ekki fyrir öllu sem þú sér, sko. En þú varst þarna varnarlaus. Það má segja það, já. Öll þessi áföll þau renna bara inn í sálina þér. Renna inn í sálina mér, já. Og þú metur það svo að þessi 1,5 sólarhringur í lífiðinu hafi eiginlega breytt lífiðinu. Já, gjörsamlega. Og breytt þér sem persóna. Já. Og ég fjallaði dálítið þetta í grein sem kom út í Tímarit Máls og menningar árið 2015 og ég man því ég var að lesa það leyti rit allavega mér fannst ég bara týndur í því ég kom heim og ég hafði bara mjög svona grimma sýn á lífið og ég man eftir því að ég saði bara við fólk að ég kom heim náttúrulega með lifrarbólgu og síðan kom í ljós ég var með berkla þannig ég var alltaf veikur í svona 1,5 ár eftir að ég kom heim og ég man eftir því og ég saði við fólk bara að ég ætti ekkert skilið að frá heilbrigðisþjónustu frekar en fólki sem ég var með í Eþíópíu. Ég flutti bara grimmdina sem ég var vitni að með mér heim og þetta litaði líf mitt rosalega. Sko. Gæstu ekki unnu úr henni? Nei, af því ég fekk enga aðstoð, sko, því að þegar að veikindin voru þarna, þessi líkamlega veikindi, það hrjá mig alveg tæpt 2 ár og þeim tíma brotnaði ég bara niður og
enda hjá geðlækni sem að spurði bara, heyrðu raddir og dældi mig geðlyfjum sko. Það var ekkert verið að velta fyrir sér hvað gerist í Eþíópíu eða neitt. Er þetta 1,5 ár þegar þú varst líkamlega veikur, ertu þá bara mikið veikur og rúmliggjandi eða ertu þreglítið? Algjörlega þreglaust, þeir held ég væri með síþreitu og loksins var ég settur í berklapróf og þá kom ég ljós að ég var með berkla og ég man að berklar eru svo sjaldgæfur í Íslandi að ég fekk að sprautaði svona mótefni í hendina á mér og ég bólnaði allir upp og það var alveg safnað öllum læknanimum og deildinni til að sína þetta. Aldrei vita hvernig þetta sína svona mest. Nei, mitt. Og ég var að taka sýklalyf, 3 gerðir af sýklalyfi munum í 9 mánuði og pissaði alltaf rauðu. Það tók á að vera þessum sýklalyfum. Varstu að reyna að vera í skóla þessum árum? Eða? Ég reyndi það en það gekk ekki neitt. Þegar þú lýsir þessu, þú verður fyrir svona áfalli og svo svona brotnaru niður einhvern veginn sem persóna. Já. Hvað getur þú útskýrta fyrir þeim sem ekki hafa, hvað er það sem að hverfur vonin eða það er náttúrulega vonin hangir ekki uppi einhvern veginn, hvernig myndur þú lýsa þessu? Vandinn sem ég stóð frammi fyrir var þessi. Þegar ég kom heim með þennan hryllilega bagga, þá hafði ég engan sem að tala við. Það var enginn sem skildi mig. Og það var bara hræðileg upplifun. Reyndur það? Ég reyndi, ég náttúrulega sagði vinum mínum frá einhverju sem ég upplifði en heilbrigðisstarfsfólki virtist ekkert hafa sérstakann áhuga á því, sko, og viniðinni kannski ekki vita hvað þeir eiga að gera við það. Nei. Stundum er þannig að maður ber eitthvað á borð fyrir fólk og það bara áttar sig ekki alveg hvað á ég að raða þessari Ég man þegar ég lá sko í einangrun í að ég var með liðarbólgu A, þannig sem er sko bráðsmitandi, þannig ég var í einangrun í allavega viku á Borgarspítalanum og allir sem heimsóttu mig urðu að vera með grímu og bara eins og COVID-tímu og ég gleymi aldrei þegar ég sá loksins 2 vini mína bara í fötunum og í fötunum sem þau voru í og þá var ég tísku að vera með í kúrikastígvölum og með sylgju og ég hugsaði bara, vá, ég þekki þessa menn ekki lengur og ég hef eiginlega og ég náttúrulega skildi ekkert hvað var í gangi hjá mér fyrir en 26 árum eftir ég kem heim þegar ég hitti loksins sálfræðing sem að sérhæfði sig í áfalla streituröskun og því ég fann svo sterkt bara ég var alltaf að flótta frá lífinu, flótta frá öllu og það er einmitt yfir einkennið á áfalla streituröskun, það er flótti þú er bara stöðum að flótta frá lífinu. En hvað gerist þegar þú segir að viðbröðum við að sjá viniðina í svona venjulegum fötum kemur þá svona áttu meiri erfiðleikum með að tengjast fólki eftir þetta? Sko, við getum að sagt svona missur trú á mannfélaginu? Mér fannst allt bara hégómi hérna sko. og það er svona það jákvæða við upplifun mína í Eþíópíu er að ég misti allan áhuga á lífsgæðakapphlaupinu bara og hef ekki viljað að taka þátt í því síðan sko. Það er jákvætt en það er þessna sem að ég var að reyna að muna nafnið Albert Camus á þann að ég meina að lesa Mýtu Sisyfosar og þetta, þennan hvernig maður er bara týndur í einhverju fólksmerð sem maður þekkir ekki og ég fekk enga aðstóð til þess að vinna úr þessu og ekki faglega og heldur ekki svona meðal vina og fjölskyldu þú upplifir að þú getur ekki rætt þetta raunverulega við nokkurn mann sko það er náttúrulega verðum átt okkur því að það skilur enginn það sem ég upplifði og það voru allir að vilja gerðir til að hjálpa mér en ég náttúrulega þeirri kynslóð kalla það sem við óttum bara að taka þjáninguna þegjandi þannig að og það var engin sérþekking í íslenska heilbrigðiskerfinu til að takast á við minn vanda þannig að það endaði bara þannig að ég var bara reglulega inn á geðdeild og settur í raflækningar eða gefið geðlyf og það er rosalega sárt að hugsa til þess að kerfið hafi veitt mér bara ranga meðferð
næstu í 3 áratí og það er bara rosalega erfitt að hugsa út í það. En bökkum aftur hérna, þú ert líkamlega veikur, þá ert ekki þú ert kannski orðin andlega veikur en þú ert ekki greindur þannig. Nei, ég fann, ég sko, þegar ég kem heim, Já. Það er eitt sem að... Og ekki þessi bjarti maður sem að fór út, þetta er bara gerbreyttur maður. Algjörlega gerbreyttur og ég var, það fyrsta sem að náttúrulega var, fyrsta vísbendingin að það var eitthvað alvarlegt í gangi hjá mér voru martraðirnar, sem ég talaði aldrei sko. Sem ég fjallum í þessari 9 grein, sko. Og það, og ég einhvern veginn bara hvarf bara inn í mig sko, og hætti að hafa samskipti við alla og ég bjó með ungri konu á þessum tíma og þetta náttúrulega reyndist henni örugglega mjög erfitt og en allavega en hreinskilin sagt þá man ég sára lítið frá þessum tíma hvort það eru raflækningarnar eða bara hvernig mér leið, ég veit það ekki. En þetta og kannski, þú lýsir svolítið eins og hafið næstu verið eins og að leysast upp þannig að er þetta átt að sjá því hvað þú varst á þessum tíma? Ég bara vissi það ekki. Það eina sem ég vissi var að mér langaði að vera líffræðingur. Því ég ákvað það 13 ára gamall. Og reyndur það? Já, mér tókst það. Það tók mér 7 ár að það hefði engin trúað í að allan þann tíma þegar ég var í líffræðinu þá var ég inn út að geðdeild. Mér tókst að mér ótrúlega þrautsegju að klára það og það er náttúrulega ég útskrifaðist í febrúar 1996 en það er ástæði fyrir því að mér tókst að klára þetta lokum er að ég kynntist konunum minni. Já, núverandi konunum minni. Við kynntist sem sagt fyrir 30 ár. Og núna 9. apríl síðastliðin voru 30 ár frá fyrsta formlega deytun okkar á Hótel Örk, það var föstudaginn langa árið 1993 og þá var allt lokað í Reykjavík, þannig að ég þurfti að fara með hann á Hótel Örk til þess að geta farið með hann út að borða. Til hamingju með það, þetta var verið mikil lukka í þínu líf. Lukka, þetta er stærsti happdrættisvinningur lífsmins. Og kannski ég væri ekki hér ef þú væri ekki hér. Ég væri ekki hér, ég meina, ein kona minn Sigríður Klara Böðvarsdóttir, ég meina það sem hún er búin að gangi í gegnum með mér er ólýsanlegt og ég veit að heilbrigðisstarfsfólk reyndi að slíta okkur í sundur þegar hún var að kynnast mér en hún hlustaði bara ekki á það og til þess að vernda hana örugglega. Og ég man eftir því þegar við eftir semst fyrsta deytið og ég sá að hún hafði áhuga á mér að þá fór ég með hana bara minnum í daginn eftir bauðinni heim til foreldra minna og ég laði bara öll spilin á borðið sagði að þetta er pakkin sem þú ætti að fara út í og ég náttúrulega vissi ekki þá að þetta er svona langur tími og hún bara sagði já og við fórum að búa saman bara strax haustið og ég gleymi aldrei þegar að ég laðist henn á geðdeild í fyrst skipti eftir að við vorum byrjað að búa saman og þá spurði ég hana hvernig datt þér í hug að fara að búa með manni sem mér þá svaraði þessi mikla hestakona ég leit bara á því sem ótemju sem þurfti að temja og ég er búin að vera í tamningu Sigríður Klöru í 30 ár og gengur svona já, ég menn ég á límit henni að þakka það er bara þannig. Heyrðu, en þú ert þess að líkamlega veikur, en svo verður andlega veikur, eða skilgreindur þannig. Hvað er eitthvað svona tímapunktur við það að þegar þú ert að glíma við berklan á eitthvað fleira að þú ferð inn á geðdeild eða ferð til geðlækna? Ég man, sko, eins og ég sagði áðan, þetta tímabil kannski er það bara hugurinn bara venda mig fyrir erfiðleikunum sem ég upplifði þarna, en ég man mjög lítið eftir þessu. Ég man bara eftir svona nokkrum glefsum úr tímunum hjá geðlæknum sem ég hitti og eins og ég sagði áðan, hann var við að rannsaka sko erfðir geðklofa og þess vegna spurði hann alltaf, heyrðu raddir? Og ég man eftir því að hann lét mér fá róandi lyf sem heitir Rivotril.
og ég var komin á svo rosalega stóran skamt að hann var hérna í Austurbæjar apóteki, hérna þar sem sérfræðilæknarnir voru fyrir ofan apótekið og einhvern tímann kallaði apótekarinn minn afsíðis og sagði ég bara vil láta þið vita að hann að láta þið fá hættulega stóra skammta af þessu lyfi. En ég hlustaði ekki það því að þessum árum var ég bara gerði ég það sem læknarnir sögðu mér að gera. Við hverju þetta lyf gefið? Þetta svona slar og kvíða. En hvað þegar þú ert hjá lækninum, hvað halda læknandir þig? Hvað eru þeir að lækna? Hvað halda þau að hrjáu þig? Á þessum árum er að verða grundvallar breyting í geðlæknisfræðinni. Geðlæknisfræðin var þá byrjuð rauninni algjörlega búin að hafna freudismannum og svona umhverfisskýringum á geðröskunum og allur fókusin var á erðafræði og eitthvað sem bilaði inn í þér. Boðefni og svoleiðis, já. Það var byrjað á þessum tíma og sem skýrir okkur hann var alltaf að spyrja mig hvort það heyrir raddir því að hann vildi bara að ég væri með þennan sjúkdóm sem hann var að rannsaka. En ég man sára lítið og við töluðum þetta voru svona stefnulegs viðtöl, ég meina ég með leið rosa lítla og hann gerði sitt besta, hann gæti ekki hjálpa mér af því að hann hafði ekki sérfræði þekkingu til að takast á við áföllin og mér langar að segja þér eina mjög sorglega sögu. Ég lá reglulega inn á Borgarspítalanum á deild A2 og þar voru hinn ýmsu lyf prófuð og ég reyndi ýmislegt þar og svona sársauka fyllsta reynslan sem ég upplifið þar fyrir utan þetta sem ég skrifið mig greininni var það að Borgarspítalinn var með dagdeild í Góðtemplarhúsinu í kjallarann og á þessum árum þá þurftir að fara í gegnum mjög ítarlega sálfræði rannsókn áður en var ákveðið hvort þú mættir fara í þessa dagdeild og þessa meðferð og ég var settur í gáfnapróf, ég man að ég var látið að klessumyndirnar sem maður sér eftir bíómyndum, það var sálfræðingur sem sýndi mér þær og ég átti að túlka þær og þetta var alveg einstaks að minnst kosti 1 dagur sem fór í þetta. Svo gleymi ég ekki þegar læknirinn kom og sagði Stendur, það komið niðurstaða. Ég sagði já, þú ert of veikur til að fara í meðferðin og þá spurði hvað ætlaði að gera. Við ætlum að útskrifa þig. Og ég labbaði út af Borgarspítalanum, ég labbaði niður á Höfn í Reykjavík og ég stóð þar lengi og bara hugsaði ég get ekki meira og og það er bara til þess að svona varpa ljósi á hversu illa minn leiðir að það er fleiri en einn læknir sem sagði við mig að þú bara með og þetta er algjörlega ábyrgðarlaust að segja þetta að þú segir ekki við sjúklingiðin að þú ert með versta þunglindi sem ég séð en þetta heyrði ég. Þú nefndir áðan raflækningar og það er líklega verið inn á Borgarspítala á þessum árum. Já. Voru mikið notaðar? Mjög mikið. Á þessum árum voru þá 2 geðdeildir í Íslandi, annars vegar á Borgarspítalanum og hins vegar á Landspítalanum. Landspítalinn notaði ekki raflækningar, en Borgarspítalinn notaði þær. Og þetta var bara martraðar meðferð fyrir mig eins og ég lýsi í greininni sem kom út í ritinu núna í vikunni. Nú höfum við fengið raflost í heilan. Já. Kanntu eitthvað að lýsa því fyrir okkur? Hvað það er? Þetta er náttúrulega, raflækningar eru arfleið svona kenninga frá geðlæknisfræðinni frá fyrirhluta 20. aldar. Þá trúðu geðlæknir því að ef þú framkallar krampa að þá dregur úr vanlíðan fólks og menn notuðu ýmislegt til þess að framkalla krampan. Menn framkalluðu insúlinsjokk, ímynda þeirra. Það var sprautað insúlin í fólk til þess að framkalla krampa, svo sett sykur inn og það fólk dó. Og það var gefið eitur sem ég manni hvað heitir sem að framkallaði svona krampa og svo var það ítalsku geðlæknir sem að
uppgötvaði sagan segir, ég veit ekki hvort hún sé sönn, að aðstofamaður þessa geðlæknis, þetta er skemmtileg saga, ég veit ekki hvort hún sé sönn, að ég las hann einhvers staðar og hún var þannig að aðstofamaður þessa geðlæknis, hann var að labba fram hjá svínasláturhúsi í borginni, það sem þeir bjuggu og hann sá það að þeir hleyptu rafstruð á höfuðið á svínunum áður en þeir skáruðu háls og þeir fóru svona í krampa. En hvort þetta er satt, veit ég ekki, en einhvern veginn fann þessi geðlæknir það út að þetta framkallaði krampa. Og fyrstu árunum sem þetta var beitt var fólk ekki svæft og fekk ekki vöðvaslagandi, þannig að það beinbrotnaði í þessu. Þannig að nú það miklu manneskjulegra. Nú fólk svæft og allavega ég fekk vöðvaslagandi í rassinn, en það sem að gerir raflækningarnar á Borgarspítalanum svona traumatíska fyrir mig er að við svæfinguna þá upplýði ég alveg gríðarlega köfnunartilfinningu. Alveg bara, þannig að ég var alltaf logandi hræddur. Og þegar þú ert að sofna? Já, alveg rosalega köfnunartilfinningu og ég hugsaði alltaf, okkur var rúllað á bekk úr geðdeildinni inn í nýju viðbygginguna og það var, þetta var bara þessi hrollveiki, það var í loftinu, það sem að hurðin var yfir nýju viðbygginguna, voru ber rör í loftinu og ég man að það fór eins og dropa á nefa, við leið eins og ég var hrollveiki og mér var rúllað inn í dimmt herbergi, það sem voru fullt af konum, ég var ungur og allt hitt fannst mér bara að vera gamlar konur og það voru flestar kjökrandi. Voru allir að bíða eftir raflosti? Já, allir að bíða eftir raflosti. Þetta var bara eins og verksmiða? Verksmiða og ég var að hugsa allir þessi jafn hræddar og ég við svæfinguna. Og ég hélt að svæfing væri svona bara, að maður fengi svona köfnunartilfinningu. Svo einhverjum árum eftir að ég upplifði, þannig að ég hélt að þetta væri bara normalt, sko. Svona væri bara svæfing. En svo ég einhvern tímann í partí einhverjum árum eftir að þetta er yfirstaðið og hitti frænku mína sem er gjörgæslu hjúkrunarfræðingur. Ég fór að segja henni frá þessu. Og hún var að tala um svæfingar og ég sagði, já, það er svo hrikalegt að svæfa sig, það er svo rosalega köfnunartilfinningu. Þá sagði hann, hvað talum? Og ég sagði henni frá þessu. Hún sagði, já, það er bara ein skýring á þessu. Þeir hafa dælt svefnlyfinu allt of hratt inn og hún sagði, strax eftir helgi ætla ég fara niður á geðdeild og tala við fólkið þar. Og ég veit ekki hvort hún gerði það. Ég vona það. Það var eitthvað dregið úr þessum raflækningum hann, það var nú tengt fyrst og fremst bara einum geðlækni, heldur? Nei, það er notað ennþá á... Ekki heldur það séu... Á Landspítalanum. Já, ég farði... Það séu margir sem að bíða fyrir utan... Nei, þetta er gert allt öðruvísi núna, sko. Núna, og ég man þegar ég fór í fyrst skipti í raflækningar á Landspítalanum, ég gleymi því aldrei þegar ég sagði logandi hræddur við sæðingalæknin. Veistu að ég er svo hræddur að því ég fær svo mikla köfnunartilfinningu þegar ég svæfður. Hann bara horfði á mig, nei, þú fær ekki köfnunartilfinningu með mér. Og þá fekk ég eðlilega svæfingu. En þegar þú vaknar eftir... En ímyndaðir, sko, ef þetta hefur gert í áraraðir við fjölda einstaklinga, þetta er skelfileg tilhugsun. Saga gæðlækni er svolítið svona. Því miður. Það er sjúklingandir eru umgengni með sérstökum hætti. Það er lítið hlustað á fólk. Já. Það er búið að missa allan status þegar það kemur inn. Það er sagt að frasin er, þú hefur ekkert innsæi inn í sjúkdóminn. Sko. En þetta hefur, ég hef aldrei talað um þetta óumberlega fyrir nýsari grein. En þegar þú vaknar eftir raflost, hvernig líður þá? Maður er mjög ruglaður með dúndrandi hausverk og maður mana ofta ekkert hvað hafi gerst. Í aðdragandanum? Já, en það kemur aftur, sko. Og það sem raflæknin gerðu oft hjá mér er að þær lyftu mér tímabundið upp úr versta helvitinu. Ekkert var sagt að raflostu virkaði þannig að fólk gleymdi því að vera þunglynt? Kannski skemmduður heilan svo mikið að maður gleymdi, ég veit það ekki. En þetta er rauninni faktist að eina
læknisfræðilega inngripið sem ég hef upplifað sem hefur virkað eitthvað bara í skamman tíma sko, einhverja vikur og einu sinni fór ég alveg svívirðilega maníu eftir þetta en versta árið 2003 þá leið mér svo illa að þá var ég settur í sem sagt, þú færð afstuð þá var það, ef þú ert örfhendur rétthendur þá er það sett sem sagt á hægra kvölið hérna, hér og ef þú ert örfhendur þá andstætt kvel en stundum er sett á bæði kvelin og ég var á sérstaklega slæmum stað árið 2003 ég fjallaði þetta meðal annars í greinu sem kom út í Tímarit Máls og menningar og ég skrifaði greinuna sem birtist líka á netinu og ensku og tengist svona ofbeldishugsun sem ég fekk út af geðlyfjum, ég vil ekki tala um það meira, það er búið sem er rakið til geðlyfjanna, ég fjalla ítalega þetta þar en lausnin við því var að setja rafstuð sem sagt báðum megin og það þurrkaðist út minnið bara, margra mánaða ég man ekkert, ekki ensku Þú veist bara marga mánuði að raða þið saman aftur? Nei, ég veist ekki Eða var bara tiltekið tímabil bara horfið, eilífu og og ég þurfti að púsla saman hvað gerðist í gegnum tölvupósta og það sem kona mín sagði mér og það var surrealist ég var sendur, ég átti yndislegan vin í geðlæknastéttinni Pétur Hauksson sem var þá yfir geðsviðinu á Reykjalundi og hann bjargaði lífið mínu sko, aftur og aftur ég fekk oft að vera þar og hann tók við mér eftir innlögnun á Borgarspítalanum þarna, ég man ekkert eftir því, ég man bara eftir því ég stóð fram að spegil á Reykjalundi og ég þekkti ekki mannin sem ég sá í speglun því ég hafði grænst svo mikið, hafði ekki hugmynd hvernig það gerðist En þú varst annar en þú mundi síðast eftir því? Já, ég mundi bara eftir með stóra ystru og ystra með farin Þú fengið oft farið í raflækningar eða oft og hvað eru það að tala um 10 sinnum? Meinur, margar 10 skipta sko. það var rauninni það eina sem höfðu fyrir mig á Borgarspítalanum, það voru raflækningar því ég var svo slæmur En þetta hefur, þetta þurrkar út, þetta veldur svona einhverjum skaða í heilanum, bara svipað og flogavíkisköst og svona það strókast alltaf eitthvað út og þetta veldur álagi á heilan. Heldurðu að þú hefur orðið fyrir svona einhverjum skaða af þessu? Sko, fyrir utan þessu, þú vantar í því nokkrar svona eitthvað tímabil sem þú manst ekki? Maður þarf að hugsa sko hver var staðan mín þegar ég sendur í raflækningar. Ég er nánast fullviss og eftir mér við það sem ég hef lesið síðar er að þetta er ekki gott fyrir heilan að fara raflækningar en eins og staðan var hjá mér á þessum tíma að ég vissum að þetta var nauðsynlegt fyrir mér og sérstaklega árið 2003 því að þá var ég bara þannig ég var ekki bara hættulegur sjálfur mér heldur var ég hættulegur fólki kringum mig en lausnin þá hefði verið að taka mig af lyfjónum sem voru að framkalla þetta en læknarnir hafði ekki hugmyndum að þetta væri sjaldgæf aukaverkun því að lyfjaframleiðandinn lét það ekki vita af því. Já. Þannig að lyfin valda ofbeldishugsun. Geta valdið því. Og ég hef lent í þessu tvisvar sko. Og ég meina og eftir að ég komst að því að lyfin, ég meina þetta er það versta sem þetta er að lenda í. Þetta er svo skelfilegt að þegar ég lenti í þessu fyrraskiptið þá var ég var nýbyrjur að taka lyf sem heitir Sípramil bara búin að taka því 2-3 daga þá fekk ég sjúklega löngun í að skaða nýfæddan son minn og konu minn og þetta var ég þorði ekki að segja neinum frá því sko. Og þetta er það versta af öll ég meina, allt annað sem ég þurfti að kljást við í geðvíkinni er barnaleikur. Þú verður til að bera það. Hvað var þetta langu tímabil? Þetta var í marga vikur. Marga vikur, svona hugsanir. Og þetta eru svona raunverulega hugsanir, þetta er ekki eins og stundum er lýst sem áhrifum að geðlyfjum sem er einhver svona sálarangist þetta djúpusásli, getur bara skýrar hugsanir. Það var engin rödd að segja mér það var bara eins og kraftur inn í mér segði farði í hnífaskúfuna. Og þetta var enn verra
sumar 2003 og þá sagði ég konun minni frá því og lækninum og endanum var þá gripið til þessara ráðstafana en þú getur ekki ímyndaðir og samvinskubitið yfir þessum hugsunum sko var að buga mig í áraraðir þar til ég las bók sem heitir Medication Madness, þetta bandarískan geðlækni sem heitir Peter Breggin, það sem hann fjall þetta ég gleymi ekki, ég las fyrsta kaflan, það sem hann fjallar unga stelpu sem var nýbyrjuð, alveg eins og ég, okkur svona SSRI geðlyfi og nokkur dögum síðar fekk hún sjúklega löngun í að taka hníf úr skúffun og stinga mömmu sína, ég bara þetta var ekki ég þetta voru lyfin og svo fór ég að rannsaka þetta öll lyfin sem ég var á og þetta enn hættulegra þú ert með taka mörg lyf eða skiptum lyf eins og alltaf var að gera á mér að þau geta valdið þessu. Ég skrifaði og fjallaði allar rannsóknirnar það vefsíða sem heitir risk.org risk allavega, greinin heitir The Man Who Thought He Was a Monster ef ykkur áhuga að googla þetta, ég fjalla þetta þar og þetta sjaldgæf aukaverkun og bara til að sína að þetta ekki ykkur vitleysi ykkur róttækum vísindamönnum heldur framleiðandi Effexos, lyfið sem að setja þetta staðalíklega hjá mér árið 2003 hann var skikkaður nokkrum árum síðar til að setja þetta sem mjög sjaldgæfa aukaverkun homicidal ideation ímyndaðir þannig ef að læknarnir vissu þetta hefðu vitað þetta þá hefðu þau getað gripið til annar ráðstafan en að strauja mér heilan með bilateral ráðlækningum en þetta er svo skelfilegt að upplifa þetta og þegar ég skrifaði þetta árið 2015 ég var bara það sem að mótivaði mig til að skrifa þetta hræðilegan tíma var það að sem þolendur sko kynferðislegs ofbeldis voru hvatt til að skila skömminni þar sem hann á heima en þú getur ekki ímyndað hvað það var erfitt að skrifa þetta og skömmin en ég er búin að losna við skömmina en þetta minningin er eftir manið allt saman, þetta er hræðilegt Varðandi þetta og ég veit, þú skrifa líka þunglyndið þitt og sjálfsvígshugsanir og þannig að, og svo þetta lýsa þessu þannig að það er inn í þér tilfinning og sem að hlýtur að virka bara eins og bara rökrétt hugsun, eitthvað sem að ég verð að gera en sem að þú jafnframt verður einhvern veginn að efast sjálfa þig. Þannig að það sem að þér finnst vera mikilvægast að gera í augnablikinu er eitthvað inn í þér sem að segja líka að þetta ekki hlusta á þetta. Nei, það er baráttan við þessa geðveiki sem ég hefur verið að kljást við, hefur bara það er ekki ástæðlaust sem ég er öryrki, því þetta er full vinna að tala við óskynsama hluta heilans og halda aftur á honum og þetta hefur haft svo skelfileg áhrif á líf mitt að eins og ég lýsi í greininni sem kom út núna í vikunni mér líður oft bara, ég er oft svo skelfingu lostinn, ég bara horfði gluggann og ég skil ekki hvernig fólk getur verið virkur þáttakandi í lífinu. Ég er ekki að samfélagsmiðlum, geta það ekki til dæmis. En þetta með að vera með svona fullvissu eitthvað en efast það á sama tíma er það þannig eins og að sá sem að er með tenginguna við svona tilfinningalífið og kemur með hugmyndirnar að hann er eins og sko sterkt naut á meðan að hinn sem er að reyna að hemja það er svona lítil rödd. Er það oft þannig að sko vitið í þér er lítið við hliðina á sko vitleysunni sem er að ýta þér áfram? Það er oft þannig sko og ég hef lýst þessu sem baráttu milli fræðimannsins og geðsjúklingsins sko. Og þetta er stöðugt togstreita á milli skynsama hlutarns hjá mér og við tökum bara fyrstu bókinni sem ég gaf út, Genin okkar þegar ég skrifa hana sumarið 2002 þá sem er gagnrýni á íslenska gagnrýni og það er boðskap Karl Stefánssonar. Já, það er aukaatriði heldur er það sem ég ætla að segja er að ég var inn á þetta getið allt þetta sumar
og ég var stundum í djúpu þunglindi og stundum í hýpomaníu á sama deginum og stundum ofta og sveiflaðist ofta dag, en mér tókst að skrifa, þú les bókina þá sérðu ekki að hérna það er skynsami þú sem að skrifa. Já, og það er nefnilega, og ég er búin að skrifa gríðarlega mikið og oft ég eitthvað alltaf náðu að hólfa þetta tvennt, þannig að það er bara fólk sem veit veikindi mín sem átt þessi á því að þú sérð ekki skrifið mín, ekki þessari bók, ekki öllum blaðagrunum, ekki fræðigreinunum og ég er mjög þakkláttur fyrir það, því að það er ekkert sjálf gefið að maður geti þetta. Nei, og er bara erfitt að átta sig á þessu, það er eins og sért sumlítið bara 2 menn og þessi skynsami maður sem er að skrifa bækurnar, hann er svona eins og gestur í lífi ótemju sem er að reyna tortímanum. Já. Þetta er ágætis myndlegging og hérna þetta er og mér langar og það er semst við þessi skilyrði sem en það er kona mín sem hefur skapað stöðuleikan í mínu lífi sem hefur gert mér kleift að gera þetta. Ég hefði ekki getað þetta. Flestir, ég meina, það er sjaldgæft að maki endi svona lengi. Eins og ég segi, þetta er happadarættisvinningurinn í mínu lífi. Þannig að konan skapaði, ég gleymi það aldrei, hún er doktor í sameindarfræði, sérfræðingur í brjóstakrabmeinsrannsóknum. Og þegar ég var þarna á einum rosalega slæmum tíma og þá var eitthvað vandamál við eitthvað efnakvörf í vinnunni hjá henni, rannsóknar, þá vorum við inn í doktorsnáminu og þetta varði í marga mánuði og undir þessum gríðarlegu álagi. Alltaf kom hún heim brosandi til mín. Þetta er ótrúlegt. Henni verið gefið mikið. Ég hafnaði ekki, hún er svo tengdapabbi. Hún hvílir vel í sjálfum sér. Já, eins og ég segi í greininni, hún er eins og kötturinn, hún er bara ánægð með að vera hún sjálf, meðan ég er búin að vera flótta frá lífinu í áratugi. Já. Herðu, ég vil nú byrja að lýsa reynslu sem annað fólk hefur ekki og þú sagðir áðan að Gellan hefur sagt við þig að þú verið þunglyndismaður maður sem að hefur séð. Já. Hvað gætirðu lýst fyrir mér hvað það er svona þitt dýpsta þunglyndi? Þannig að ég veit að, þú veist, ég get aldrei skilið þig, en við höfum ýmsar aðferðir mannskepnan til þess að deila reynslu, við getum gert það í list og ljóðum og frásögnum og einhver leiti fáum við svona möguleika á að skilja eitthvað. En hvernig myndur lýsa svona bara svartasta þunglyndi sem að þú hefur gengið í gegnum? Þetta er eins og að vera stöðugt lokaður inn í niður dimmu herbergi og þú sér enga von og þetta vonleysið verður enn sárara og einmannakendin þegar þú upplifir þig í þessu ástandi búandi með yndislegri konu og yndislegum börnum. Það er versta einmannakend sem þú getur upplifað og þetta er svo óbærileg þjáning að það er rosalega erfitt að ég meina ímyndað þér að þú væri lokaðir inn í einhverju herbergi án glugga svo mánuðum árum skiptir og ég meina ég gat ekki átt samskipti við fjölskyldur mína stundum sem mánuðum skiptir og ég gat bara ekki tala við þau og ef ég gat tala þá gargaði ég bara og því ég hafði enga stjórn á tilfinningunum. Þannig að þunglyndi stundum er sagt að ílskan sé skortur á hennu góða, þannig að þunglyndi getur verið eins og það bara vantar í það ljósið og vonina og lífið og þú situr eftir inn í einhverju sem er svift öllu sem er líf. Allt sem þú hefur áhuga á fer, þú getur ekki lesið, þú getur ekkert gert. Þetta er algjört tóm bara. Ég meina anhedonia er einn lýsing á þunglyndi, þú upplifir enga gleði. Og þú liggur þarna við hliðina á konuninni sem er full af lífi og von og er eiginlega tákmynd fyrir þið góða í lífinu, í þínu lífi og þú ert eiginlega
sviptur því að geta séð þetta, notið þess. Og náttúrulega ein ástæðan fyrir því að barátta minn við þunglyndið var svona erfið var ég fekk ekki rétta meðferð í upphafi. Að ég skildi aldrei hvað var í gangi innan með mér. Ég hafði engan skilning á þetta og læknarinn ef þú lítur á mig sem lífeðlisfræðilegt fyrirbæri sem það þarf að lækna einhverja lífeðlisfræðilega galla í kollinum að þér. Þá ertu bara svona. En ég komst að því, eins og ég fjallum í bókinni, sem er óútkomin bók. Það kemur bók út í haust sem heitir Lífið staður þar sem bannað er að lifa og undirtitlinn er bókum geðveika von sem Veröld gefur út. Þar fjalla ég ítala þetta og hvernig það var geðlæknir og sálfræðingur sem björguðu lífið mínu. En fyrir þann tíma þá hafði ég engan skilning á neinu og ég hefði hagað lífið mínu allt öðruvísi því að ég var bara eins og lauf í vindi. Ég fekk bara hugdettu skrifa grein og þá skrifaði hana og hringdi í konuna, skipaði hana að lesa hana og svo var hana bara sendið í mokkan og kom, þegar ég var á þessu sveiflu tímabili það er 2 gerðir af maníu. Annars verður það alvöru manía, það sem að fólk fer rosalega hátt upp og missir raunveruleika skyn og heldur að sé Guð og allt. En ég fór í það sem heitir hýpómanía eða örlyndi og þá það er alveg stórkostlegt ástand því að þú verður algjörlega áhyggjulaus og þú andstaða við þetta myrka herbyggi sem vístir á hann. Já, algjörlega áhyggjulaus og þú vinnur á við bara 3-4 manneskjur og ímyndaðir eins og var sumarið því ég skrifaði genin okkar. Ég kannski vaknaði í hyldýbisþunglyndi. Svo allt í einu þá leið mér stórkostlega og ég hafði ekki hugmynd hvað var í gangi og svo einu sinni þegar ég var á geðdeild og þá var ég að lýsa fyrir geðlæknum hversu illa ég var að lýsa þessu gluggalausa herbergi og ég ætlaði ekki að skrifa þessa bók og ég ætlaði að hætti í doktorsnáminu, ég hefði ógeð öllu og ég meina oft leiði manni svo illa að maður vildi ekki einu sinni fá sína nánustu til þess að heimsækja sig svo allt í einu bara búm, fyrir framan hann nei, ég ætla bara ég nenni ekki að tala við lengur, ég ætla að fara heim og skrifa bókina. Þá spurði hann hefur upplifað þetta áður? Já, ég ætla að gerist ofta dag hjá mig núna og þá var ákveðið að þegar þetta leggjast inn þá tók ég tölvuna með fartölvuna inn og gögn inn á geðdeild þannig að þegar ég var í stuði þá skrifaði ég En þegar þú ert í myrkrinu og þá sérðu ekki lífið raunverulega en svo lyftistu svona upp. Já. Það sem þú sér þá sérðu allt betur eða er það líka skakt og brenglað? Nei, þú sér það þetta er það svona eins og náðurgjöf að sjá allt í einu? Ég meina bara sem dæmi þegar ég var í hýpómaníuköstunum, ég var kannski út að labba og sumar sem ég er búin að birta tæplega 100 blaðagreinar sumar þessu blaðagreinar eru þannig til ég var út að labba greinin bara kom, full mótið í kollinum í hljópinan, stundu bankaði upp á hjá fólki fekk lána blað og blýant og bara eða inn á bensinstöð en þetta varir aldrei lengi það varði lengst kannski einhverja vikur og svo krassar við bara þú ert semst að það sem er að gerast er að þú ert hlaupandi upp á einhverju háu fjalli sem er þvernhýpa allar hliðar svo endar með því að hlaupa fram af og bara kerfið ræður ekki við þetta. Nei, og þá dettur í margar mánaða þunglyndi. En hugsunin, greinandar sem skrifar í þessu ástandi, það eru bara fínar. Fínar, já. Og ég stundum saknaði þessa tíma því að það er einstök upplifun að sjá í hendingu bara grein birtast í kollinum. Að vísu bóki mín birtist svona hún kom svona til mín 1. september 2021 ég sá alla 6 kaplana og var bara 2,5 mánuð að skrifa tæplega 50.000 orð og fyrst rauninni 4 kapla skrifaði ég á 3 vikum
Stundum það þannig að þegar fólk sér eitthvað svona sýnir eða eitthvað hlutis, að þá getur verið erfitt að halda þeim eða trúa þeim eftir að þú kemur úr ástandinu. Nei, þetta var aldrei svolítið sem mér fannst á þessum tíma að þarna var bara hinn sanni Steindór að birta sko, en ég meina, maður svaf ekki neitt og maður var aldrei sko, og á þessum tíma var ég sem sagt aldrei í takt við fjölskylduna. Kona mín ég meina, ef var hægt að benda á einhverju manneski og segja hún meðal manneskjan sem að eðlilega sveiflust við öll eitthvað smá, hún svona, annarkvort var ég hér eða hér. Ég var aldrei í takt við finnur aldrei þetta ástandan á milli. Kannski eins og klukka sem ekki með batteri, 2 ára sólarhringur og rétt sko. Herðu, þú ferði gennum heilbrigðiskerfið rámt greindur með alls konar lyf og alls konar lækningar sem að ná ekki utanum hvað hrjáir þér raunverulega. Hvenær hittirðu þennan sálfræðing eða geðlækni sem að opnar áttar sig á því hverju þú ert? Þetta viðfangsefni eins kafla í bókin, hann bara að fara svona á hundavaði yfir það. Það var sem sagt ég hitti unga konu sem var í geðlæknanámi árið 2010 minnum mig og það var hún sem áttaði sig á því að þetta var allt bara meðferðin sem ég hafði fengið var ekki rétt og það var gegnum þrautseigju hennar sem ég endaði hjá sem sálfræðingi sem hjálpaði mér að skilja hver ég Já. En það eitthvað meðferð þar, áður varstu verið að stróka út heilan áður með raflóstum eða ég veit einhver lyf sem ættu að hafa einhver áhrif á búskapinn í heilanum, þarna ferðu yfir í einhver annars konar meðferð og hver er svo meðferð? Já, eins og segja að þetta svo mikilvæg kafli í bókinni, hún beitið bara, það sem sálfræðingar hafa verkefni að vinna og náttúrulega djúp viska sem náttúrulega hún hefur tilhengað sér sem fæðali, sem kona sem hjálpaði mér og þetta gengur út á að vinna verkefni og að horfast í augu við fortíðina og það sem þessi kona hefur gert fyrir mig bara kraftaverk sko. en ég vil svo sem ekkert hafa að ég vil ekki ef ég fer að fjalla ítala þetta þá sér kannski fólk ekki ástætt að kaupa bókina mín. Já, það nú oft þannig að það vekur áhuga hjá fólki að kaupa bókina. En það sem ég að velta fyrir mér að þetta svona áfall sem að þú ert að lýsa sem á 1,5 sólarhring og það verður fyrir áfallastreitu eftir það áratugum saman. Lækningin að fara og heimsækja þennan einu sólarhring aftur? Já, það er bara klassísk. Meðferðin fólst í því að heimsækja þetta. Og raða þessu eitthvað staðar í heilan þar sem þetta til friðs. Og takast á við alls konar að þetta skekkti alla hugsun hjá mér. Og ég náttúrulega ég á enn við margvægt vandamál að stríða og ég sé búin að vinna með þessu sálfræðingi í mörg ár en það sem að ég til dæmis búin að klást við skelfilega erfið veikindi núna í 3 ár líkamleg veikindi sem ég ekkert skilt við eitthvað andlegt og ég veit, ég hefði ekki lifað af nema það sem að nema ég þessar sjálfsveðinu og ég er með ákveðin tæki sem ég nota hverjum degi og sem að hefur algjörlega breytt lífið mín eins og ég segi í greininni þarna sem var að birtast og bókin mín faktisk ansvar við henni því hún er svo svört að gegnum vinnunum mínu með sálfræðingnum þá eru erfiðu tímabilin yfirleitt bara kannski nokkra dagar eða 2-3 vikur í staðin fyrir missir eða ár og þrátt fyrir að ég hafi verið að glíma við hrikalega kvalafull veikindi núna í tæplega 3 ár sko. Hvað það? Ég vil ekki fara út í það. Allt of prívat. Okay. En segðu mér eitt annað. Áfallið 1,5 sólarhringur. En þú búin að vera að lýsa hvernig þú rakist heilbrigðiskerfið áratugum saman. Það líka áfall.
hrikalegt áfall. Hvernig glímur við það? Með fyrirgefningu. Því að fólki sem var að hjálpa mér á sínum tíma, það gerði sitt besta og það þýðir ekkert að vera reiður út í lækna eða ég meina að því að reiði mín, hún bitnar ekkert á læknunum, hún bitnar bara sjálfum mér. Þannig að ég er búin að fyrirgefa öll. Það er eina sem ég ekki gert. Afsakið að ég var ekki með slögt á símann. Alltaf. Og fyrirgefningin kom eftir að kannski svona mikilvægasta tímabil í lífi mínu var þegar ég fór að stúdera geðlæknisfræðina. Og áttaði mig á blekkingaleiknum sem að lyfjafyrirtækin hafa stundað og náttúrulega blekktu læknana. Að því við búum við það sjúka fyrirkomulag að lyfjaiðnaðurinn fjármagnar endurmenntun lækna. Og það er náttúrulega bara súrrealist rugl. Og sérstaklega þegar eins og ég skrifaði í mörgum greinum og einnig fræðigrein, ríturindir fræðigreinum, hvernig þessi blekkingaleikur sem að lyfjafyrirtækin hafa beitt og virðast enn beita því að þrátt fyrir að það hafi síðan ég hætti að stúdera þetta málefni fyrir rúmlega 10 árum þá hafi verið gerað tilraunir til þess að laga ástandið en ég sé ekki að það hafi skánað mikið. Og það er svona andlis upplifting, lagfæringar. Já, en þannig að það er ekki kerfisbreyting. Ég hef vissa samúð með geðlæknum sem voru blekktir af lyfjaiðnaðinum en ég má til með að segja eina skemmtilega sögu. Það var Jóhann Ágúst Sigurðsson, hann var prófessor í heimilislækningum. Ég kynntist honum fyrir nokkuð mörgum árum og hann fékk mig til að koma og tala við læknanema sem voru 7. ári í heimilislækningum og ég hélt fyrirlestur rannsóknir mínar á hvernig lyfjaiðnaðurinn manuppulerar læknana og bara lýgur að þeim og almenningi og kostar fjölda mannslíf á hverju ári og náttúrulega og það breytist ekki neitt því að það er engin ábyrgur. Lyfjafyrirtækin eru búin að græða svo mikla pening á lyfinu að sektirnar sem þeir fá eru svo litlar í samanburði og forstjórarnir eru aldrei settir í fangelsi. En allavega, ég hélt fyrirlestur fyrir framan læknanemana og ég byrjaði að tala veikindasögu mína og svo, það var sjúklingurinn og svo breyttist ég í fræðimanninn og talaði óæskileg áhrif lyfjaiðnaðarins á læknana. Svo þegar ég var búinn, þá stendur upp ung kona og segir, heyrðu, við mæti aktavis og eftir. Það byrjaði að kultivera þetta í greinilega í læknanáminu. Normalisera það að þeir eiga að sækja þekkingu til iðnaðar sem við vitum að við getum ekki treyst. Verða hálfuleiti sölumenn fyrir lyfjaiðnaðinn. Sérðu nú bara ópíóða skandalinn í Bandaríkjunum og víða. Það er verið að dæma fjölskylduna til sektargreiðslna sem nær ekki að vera helmingurinn af auðnum sem þau náðu saman. Já, ímyndar, þessi faraldur í Bandaríkjunum búin að kosta 100.000 mannslíf og það fer enginn í fangelsi. Fólk er að deyja á Íslandi. Já, það fer enginn í fangelsi. Það er þannig. Þú tókst þátt í að stofna Hugarafl á sín tíma sem var baráttu... Nei, ég tók ekki. Ég tók þátt í starfinu? Já, ég tók þátt í starfinu. Sem var barátta að einhver leyti allavega voru sjúklingarnir þáttakandur í baráttunni. Já, það sem að oft hefur kannski vantað í þessum, sjúklingahóp. Að þetta er hópur sem hefur ekki náð fyrir en kannski á þessari öld svona berjast fyrir réttinum yfir eigin meðferð og öðru slíku. Það er enn langt í land, en það hefur mikið áunnist síðan að ég byrjaði að taka þátt í þessu og það dýrmætasta sem ég lærði í Hugarafli var að það felast verðmæti í veikindum mínum. Því að ég bý yfir þekkingu, til dæmis ég sitt núna fyrir framan þig og er að fræða þig hvað ég er búin að upplifa. Það geti engin geðlæknir gert það geti engin geðlæknir geti sagt að rannsóknir benda til að
sumir sjúklingar fá ofbeldishugsanir út af ákveðnu lífi, en það getur engin geðlæknir sagt það sem ég er að segja þér, hvernig það er að upplifa þetta og það felast mikil verðmæti þessu. Það eru verðmæti sem að kannski ekkert metin, því að lengst af hafa læknanir og eiginlega samfélagið ekki vilja hlusta á fólk með geðraskanir. Nei, en það fordómar gegn fólki með geðraskanir eru enn miklir en náttúrulega voru rosalega. Ég veit til dæmis að þegar að svona fyrstu, rúmlega 20 ár síðan að fyrstu einstaklingar með geðraskanir fóru að koma í fjölmiðla og þá voru þeir sko aldrei sýnd myndaði, sko, þeir voru bara baka eitthvað skermi eða eitthvað. Og ég fjallaði fyrst veikindi mín opinberlega í grein sem kom út í lesbókinni 2007 og svo komu margar greinar í kjölfarið, sko. Og en þú hefur verið svona þetta er svona frelsisbarátta svipað og hjá samkynhneigðum eða svörtum og konum og barátta fyrir gegnum það að fólk komi og gangist við einhverju endurmeti sko sjálfsmyndina og frá eigin forsendum og þetta er að sömuleiðir þetta sambærileg frelsisbarátta hjá svo mörgum sko kúuðum og undirsettum hópum. Já, og þar kemur þetta persónuleika einkenni mitt sem að ég hef frá barnæsku, það að vilja hjálpa öðrum. Það hefur nýst mér mjög vel í baráttu minni, en auðvitað hefur það oft leitt til mikill erfiðleika og fyrir mig og fjölskylduna því að ég var svo stjórnlaus. Þannig að ég Meinarðu að þú gerðir of mikið af þessu? Allt of mikið, já. Gangast fram fyrir skjöldu? Allt of mikið af því og sko, til þess að eitt sem langar að segja er að til marks þetta svartnætti sem ég bjó við, ég bjóst aldrei við að lifa lengi. Ég var með stöðugar sjálfsvíshugsanir í áratugi, þannig að það má líta á ég byrja að verða ábyrrandi svona 2002 og alveg til svona 2012-13 það má líta á þetta sem langan kamikaze leiðangur, því ég bjóst alltaf við að ég myndi deyja eftir næstu grein. Þannig að það að þú stígir fram og talar þín eigin veikindi er tengt svona sjálfstortimingakvötunni, það að vilja skada þig og svipta þig lífi. Ég veit ekki hvort þetta sé svona, en allt sem ég gerði, ég meina, ég skrifaði held ég rúmlega 20, ég tók tímabil þar sem að þjóðkirkjan var fyrir barðinu á mér og þetta var bara hrikalega erfitt fyrir mig. Og ég veit að geðlæknarnir hvöttu stundum konun mínu til að svipta mig sjálfræði, sko. Og hún vildi það ekki. Út af þessu hvað þú varst opinber? Nei, kannski, ég var svo stjórnlaus, því að þetta er ekki heilbrigt þegar að þú ert þú liggur, tökum dæmi árið 2004, þá lá ég upp í rúmi eða á geðdeild og ég gat ekki tala við neitt. Það birtust 12 blaðagreinar eftir mig það ár. Það hefði enginn geta ímyndað sér. Það maður sem skrifaði þetta, hann gat alltaf að tala við konuna sín. Og 3 af þessum greinum, þá var ég að rökraði Jón Steinar Gunnlaugsson út af fjölmiðlalögunum. Og hver með dottið í huga maðurinn sem skrifaði þetta var fastur í klefa þar sem hann sá enga von. Og aftur þessar greinar eru allar til svona bara allt í einu kom í kollun á mér og ég skrifaði þær. Ég skildi ekki á hana því að mér fannst þess að vera að segja það að þú hefðir byrt þetta og tekið svona mikið þátt í þessu svona sömuleyti vegna þess að þú upplifir að þú myndir ekki lifa lengur, það er svona kjarkur sem kemur á því að þú hefur enga fórna. Það er málið. Þess vegna var ég, það er málið, þú orðar þetta vel. Mér fannst ég ekki hafa neina að tapa því að ég bjóst aldrei við að lifa og lengi vel bjóst ég ekki við að lifa köttin okkar, en hann er nú 19 ára greið og ég er nokkuð vissum að ég mun nú lifa hans í dag. En það er þetta. Hann blindur öðru auga, já. En þetta er önnur birtingamynd á þessu hrikalega þunglind, er að
er að ég bjóst aldrei við að ná háum aldri. Þú hefur skrifað og ert að segja hér frá því að þú hefur haft miklar sjálfsvíks hugsanir áratugum saman. Og ég er að byrja því hér að lýsa ykkur reynslu sem að fæst okkar upplifa. Hvernig er það að búa inn í sér með manni sem að vill drepa sig? Ég er náttúrulega orðinn rosalega vanur, veist, og ég meina, fólk vandist því að vera í Auschwitz, sko. En þetta er... Þá var ógnin á utan. Þá var ógnin á utan, já. En þetta er... Ég meina, þetta brýtur það. Ég meina, þú verður aldrei heil manneskja þegar þú vaknar og hugleiðir sjálfsvíg og sofnar og hugleiðir sjálfsvíg. Er þetta bara látlaus hugsun? Þegar þetta er vest, þá er þetta látlaus hugsun. Bara fyrsta hugsun á morgnana og síðan hugsun á daginn er að eina rökrétta sem ég get gert í dag er að drepa mig. Já, og hérna, fyrsta árin, eins og ég fellum í greininni, eftir ég kom heim, þá var ég með martraðir á nóttinni, þar sem ég var skotin eða fjölskyldan skotin þannig að ég fekk aldrei frið og ef þú hugsar út í það, að þá er rauninni bara kraftaverk að ég hef bara gert 3 alvarlegar sjálfsvígstilraunir. En ég hef oft verið hætt komin. Einu sinni tók ég, sem betur verið var þetta fyrir daga samfélagsmiðla. Ég satt grátandi við kirkjuna í Grávoi og hérna, það var leigubíll að keyra fyrir ofan. Ég hljóp upp og stoppaði hann og baði hann að keyra mig. Ég sagðist að fara í partí í sumarbústað rétt við Helgafelli. Það var snjókoma og hann keyrði mig þarna og það var náttúrulega ekkert ljós í sumarbústað, en ég vissi af þessum sumarbústað því að það var fjölskylda vina minns áttan. Og ég fór úr sumarbústaðnum og tók stefnuna beint að Helgafelli og ætlaði að henda mig fram af fjallinu og er komið langleiðin upp þegar að lögga hleypum uppi og stoppa mig. Það hefði leigubílstjóri látið vita? Látið vita, já. Og ég hef rokið út í svona óveður, sko. Einu sinni bjargaði fjölskylda mér sem að bjó í einbýlishúsi við Skyggni undir Úlfarsfelli. Það var bara stormur og ég bankaði upp og ég fekk að sitja. Ég var með genin okkar, það voru nýlega komin út. Ég gat ekkert notið genin okkar. Ég var ónýtur. Það gjörsann að rústaði mér að skrifa hana og ég var með bókina í vasanum og ég gaf fjölskyldunni eintækið. Já, svona er þetta búið að vera. Þetta er það sem kona minn hefur þurft að búa við, sko. En lífið mitt í dag er ekki svona stjórnlega, sko. Þú lýsir í greininni í ritinu þar sem þú kastar í sjóinn? Já. Tingur frá fötunum? Það var surrealist, maður. Ég fjalla mjög ítalega þetta í bókinni. Miklu ítalega. Það er allir sem búin að átta sig á því í þessu samtal okkar að það fyrir að lesa bókina til þess að... Já, af því að útgefandinn er búin að banna mér að segja mikið, þannig að fólk hafa ástæðis að kaupa, þannig ég er alveg nervus, hvað má ég segja, hvað má ég ekki segja. Þú sagðir áðan... En ég skal segja að ég lýsi þessu nákvæmlega þarna. Það voru gríðarlega miklu erfiðleikar í lífið minn. Og ég var bara búinn og þessi erfiðleikar, þetta voru ytra áreiti sem ég var fyrir sem að bara rústaði lífið mínu og einhverjum dögum eða vikum eftir að dróti tíðinda þá vaknaði ég, kona mín er sofandi og kötturinn, hann rumskar ekki, ég klæði mig í fötin og labba
niður að Grávói, þar hérna, hann þröngur vogurinn og það var þegar það stórstreymi þá alveg rosalega straumur hann. Og ég man bara, ég hugsaði eins og ég lýsti grein að á sama hátt og tunglið að þvinga hafinu þarna í gegn, þá lífið bara að buga mig. Og svo kom erindi Arnars upp í hugan, svo braut ég saman fötin. Það er hann sem hann að lýsa drukknuðu manni. Já. Sem verkist í sjávarbotninum og slæst utan í fjörugrjótið, eitthvað í þá veruna. Já, og það heitir Martröð, sem sagt ljóðið. Og ég hendi mér út í sjóinn og ég á frost og ég klæddi mig allir fötunum sem brautuð saman, ég veit ekkert af hverju brautuð saman. En ég vildi ekki vera einum fötum til að flýta fyrir ferlinu. Og ég berst alveg rosalega hratt út eftir hérna, áttina höfninni á Samskipum. Og svo þegar ég finn bara að ég alveg að missa allan mátt. Mér var svo kalt og ég finn bara að ég er að sökkva inn í vatni og þá kom bara myndirnar af konunni og börnunum upp í hugan. Ég kemst við illan leik að landi og hún er alltaf brött fjarnarna og ég komst á land, labbaði á brúna, klæddi mig í fötin og hérna labbaði heim, reif sjálfsvísbréfið sem ég var búin að skrifa, laðist upp í rúm og konan vissi ekki af þess að hún sefur svo fast. Sagði þetta löngu sinna? Ég sagði henni, það er ástæða fyrir ég sagði henni þetta, ég hefði á einhverjum tímapunkti sagt henni þetta en ég sagði gömlu vini mínu frá þessu. Og þá, sambýliskona hans hafði lent í því að sambýlismaður hennar fyrirfór sér, þannig að þegar vinur minn sagði þáverandi sambýliskonu sinni frá þessu þá skipaði hún vinur mínum annarkvort að hringi mig og segja mér að segja konunum frá þessu eða hann eftir að hringi í konunum minna. Þannig að þá sagði ég konunum minna frá þessu. Þú sagðir áðan að þú hefði skrifað bókina sem að kemur út í september sem eitthvað svona ansvaru greininni sem er núna í ritinu. Það sem að greinin í ritinu er alltof myrk og bókin er þá svarið því og þegar þú ert að lýsa þessu sjálfsvígs hugsunum að það var annars verið í þér eitthvað sem að vill drepa þig þá hlýtur líka að vera eitthvað í þér sem að vill endilega lifa því annars værirðu líklega döður. Já, það er nefnilega Hvað heitir það? Það er sem streytist á móti? Ég veit ekki hvað þetta er þú ert náttúrulega að spyrja mig spurning núna sem ég aldrei hugleitt sko. Ég þetta er náttúrulega rosalega þversagnakennt að vera annars vegar þessi einstaklingur sem að hefur eitt megnina fullorðisárunum í að hugsa að tortíma sér og hins vegar þessi skapandi einstaklingur skrifa greinar og klárar doktorsgráðu birtir ritvíndagreinar í erlendum tímaritum og þú hefur lifað af linnulausa borgarastríðöld inn í sjálfum sér. Já, og aftur, það eina ástæðan fyrir þegar ég er lifandi í dag er kona mín og fjölskyldan. Því að ef að kona mín hefði verið búin að sparka mér þegar ég endaði í Grávóinum, þá hefði ekki andlit konun minn ekki tóð mig upp á sjónum. Og það er ekki hægt að ítreka það nóg að hvað fjölskyldan er mikilvæg í lífi einstaklinga sem er kljást við svona alvarlegar geðraskar eins og ég hef gert. Og því miður þá hef ég hitt fjölmarga einstaklinga gegnum árin sem eru fordæmdir og útskúfaðir af fjölskyldunni. Og ástæðan fyrir það að ég skrifaði grein sem birtist í Morgunblaðinu árið 2007 þar sem ég fjallaði um veikindi mín og var í engu ástandi til þess sem ég leið svo illa og fór síðan í Kastljósviðtal talaði við Sigmar um veikindi mín. Það er ástæða fyrir ég gerði þetta. Ég hitti konu í Hugarhafli og ég var þá á þannig stað að ég talaði eiginlega ekki við neitt, mér leiði svo illa og settist kona við hliðina á mér og ég sat þarna lengi og virti hana fyrir mér og svo bara spurði hvað heitirðu og sýndi smá athygli og þá bara eins og brast stífla hjá henni. Hún var
var miklu verri stað en ég því að fjölskyldan var búin að loka á hann bara fordómarnir, hún bara aumingi og fordómarnir, þannig að það var ástæðan fyrir að skrifa þessa grein og fór í þetta viðtal og þetta viðtal hreyfði mörgum í mörg ára og eftir við það viðtal þá gaf fólk sér að tala við mig bara þekkti mig ekki neitt, þakkaði mig fyrir þetta viðtal og einn áhrifamesta frásögn sem ég bara fengi var af konu sem ég var með í hugarafli sem lýsti því fyrir mér að synir hennar höfðu engan skilning á hennar veikindum og hún skipaði þeim að setjast með sér fyrir framan sjónvarpið og horfa á Kastljóssviðtal við þennan mann sem hún þekkti og þeir sátu sikkur með við hana og ég gleymi ekki, hún sagði þegar eftir sem leið á viðtalið þá sögðu þeir til skiptis við mömmu sína, mamma, er þetta virkilega svona hjá þér? Þá komum við að því að veikindi, það felast og erðmæti í veikindunum og þeir einstaklingar sem geta tjáð sig hlutina, þeir skipta máli fyrir samfélagi. Og er nauðsynlegt að það geri. Já. Ef við horfum á þetta sem svona frelsisbaráttu þá er þetta að koma bara út úr skápnum? Já, ég meina þetta er að koma út úr skápnum og tala ekki þegar þú ert með svona bakgrunn eins og ég með þessar ofbeldishugsanir. Ég meina ímyndaðir hvað ég hlýt. Það eru fleiri tugir athugasemda frá erlend að þessi enska grein. Þú getur ekki ímyndaðir hvað ég hjálpa mörgum með því að einstaklingur sem lendir í þessu og eins og ég á þeim tíma þá hafði ég engan áhuga á að kanna vísindaleittur á túrin. Þú heldur bara þú einn í heiminum. Það segir bara eitthvað að þér. Þannig að það er við erum dýrmætt sem að þorum að stíga fram og segja frá þessu. Og þurfum að gera það. En stundum finnst þér eins og að þú hefur kannski gert of mikið og að þetta hafi kallað yfir þig erfiðleika. Já, það gerir það en á undanförnum árum eftir ég fór að vinna með eftir ég fór að vinna með sálfræðingnum þá ger ég allt þegar ég reik hausinn út í samfélagi þá er það að mjög vel athuguðu máli og ég ræða ítalega við konuna og til dæmis þegar ég var að berjast gegn starfsgetumatinu þá var það gert það var ekki kamikaze-leiðangur og þessi grein núna sem ég var að birtast er ekki hlutað einhverjum kamikaze-leiðangri en þetta var rosalega sársaukafullt en þú getur eitt ímyndaðir að það er ekki auðvelt að skrifa það sem ég skrifaði og ég fór þarna langan útúrdúr frá því að segja hvernig bókin mín er ansvar við þessari grein. Ég var beðin að skrifa þessa grein og var í nánu samstarfi við Guðna Elísson prófessor og Öldu Björk Valdimarsdóttir eiginkonu hans sem er líka prófessor og það var alveg ótrúlegt sumar. Ég var að skrifa þessa grein og þau komið sér með athugasemdir. Ég man daginn eftir ég fekk athugasemdir frá Guðna, það var síðast daginn ágúst, þá vaknaði ég og sá bókina í kollinu. Ég var búin að hugsa náttúrulega þessi grein náttúrulega var skrifuð til þess að veita innsýn inn í þennan hugarheim en ég hugsaði að þetta má ekki verða síðasta orðið mitt og er skrifuð inn í hefti sem fjallar ílsku já, upphaflega skrifuð inn í svona myrkt samhengi líka upphaflega átti hún að fara inn í bók sem átti að fjalla sjálfsvíg en það ástæði fyrir því að ég var ekki þátttakandi í því en til þriðji kaflinn í bókinu minni hann er bókstaflega skrifaður sem ansvar við þessari grein og bókin öll þetta er svona surrealist ferðalag og það var ótrúleg upplifun að ímyndaðir að vakna eftir að hafa skrifað þessa grein og vera að hugleiða að þetta líf mitt er ekki alltaf svona að vakna bara einn morgun og sjá heila bókikoll. Það er og ég var alltaf að bíða eftir ég færi í hýpomaníu því að ég hef lýst áður að svona gerist í hýpomaníu en núna veit ég að þetta getur gerst líka í einhverjum normaliteti hjá mér sko. Og þegar ég var að skrifa þessa bók ég var alltaf að vera með upptökutæki á mér að því ég er ekki með snjallsíma þá var ég að vera með digital upptökutæki ég er ennþá með takkasíma
mun aldrei fá með snjallsíma og ef við vorum að labba þá komu alveg bara og þetta er sköpunar maður er ekki hugmynd hvaðan það kemur, það kom bara alveg var allt, eftir suma göngtúru var ég með 40 hugmyndir sem ég var búin að setja inn í upptökutækið og faktist skrifaði ég, þetta eru 6 kaflar, ég skrifaði faktist fyrstu 4 kaflana á 23 dögum og ég skil ekki enn hvaðan þetta kom sko. Það var mér langar að segja sögu fyrst að við erum á Trúnó hérna bara one on one þriðji kaflinn fjallar bara á miklu jákvæðar hátt baráttu mína við sjálfshugsanir og á þessum tímapunkti var ég fyrir miklum vonbrigðum. Það var sem sagt haldin ráðstefna Þorvald Thorlacius náttúrufræðing sem ég hef skrifað meðal annars ritrýndargrein sem birtist í Virtu vísindatímariti og hefur svona dólað mér í rannsóknum á honum og mér var ekki boðið að vera þáttakandi og það hafði rosalega slæm áhrif á mig og þá var ég byrjað að skrifa bókina og mér leið svo illa það var svo mikið vonbrigði að mér langaði bara deyja þarna nokkra dag, þetta var svona 2-3 dagar þannig að ég held bara ég myndi ekkit ná að halda áfram með bókina og þetta var síðdegis á föstudegi þannig að þegar eitthvað að liða á september komið rökkur og ég labba úr íbúðun okkar í Grafarvogi yfir brúna Örlagaríku og ég hugsaði bara ég ætla ekki að drepa mig en ég vona að eitthvað ráðist á mig og drepa mig svona getur hugur minn stundum verið og ég ákvað að labba niður í grasagarðinn þar sem er mikið myrkur og svona þröngi stígar og fara þar og ég vonaði að eitthvað myndi ráðast á mig og drepa mig og ég kem þar og þetta gerist ekki neitt og labba síðan í áttina að gömlu laugunum þá bara allt í einu kemur kaflinn sko hvernig ég ætti að taka ég vissi hvað ég ætla að skrifa en kaflinn kom bara ég hringi konun minna og segi hún alltaf vissi ekki að ég bara lætist út af heimilinu og hringi hérna og segi þú voru komin að ná í mig að því ég bara kaflinn er tilbúin í kollinum á mér og ég verða að fá skriffæri og ég labbaði niður í Borgartún og þar sóttu konan mig með blað og penna og ég skrifaði meðan var að keyra heim og svo komum við heim og ég skrifaði kaflan og beinagrindina hann var tilbúin 2,5 sólarhring síðar og þegar fólk les bókina sér 3. kaflan, ég skrifaði hann á 2,5 degi og það fjallar sjálfsvík á ansvar við greina sem er byrtast núna. Herðu, en þarna sérðu nú hvað hugum minn getur verið skrítin. Ég myndi að búa á þessu frísælu landi og fá þá flug í höfuð að einhver muni ráðast á því að drepa í Grasagarði. Þannig eins og það sé Central Park í New York 1978. Já. Þú lýsir sko sjálfinni þínu eins og þarna séu þetta eru miklu fundir endalísi fundir þú ert ekki, þú ert margur ég er margur, já ég er margur svo stundum þú lýsir þegar þú svona bara þess að hvað maður veldi fyrir sig hvað heldur okkur uppi því að stundum er eins og þú bara fallir eins og ég ætla ekki að líka því saman við þú þekki bara þegar lítil börn eru orðið þreytt og það liðið á daginn og kvöldið og þá bara stundum bara dunkaðu þau bara get ekki, það er svo erfitt að vera maður að halda sér uppi allan daginn sko, að þau bara dunka og eru bara búin á því, get ekki meir stundum lýsir þessu svona eins og bara að þú haldist ekki uppi heldur bara dunkar. Nei, af því ég vissi ekki hvernig ég á að takast á við vandamálið. Í dag veit ég að lausnin hjá mér var alltaf bara að fara upp í rúm, tala ekki við neitt og loka mig algjörlega. Loka bara hverri hurðin á fætur annar. Já, og sem endaði þannig að ég yrti ekki á fjölskyldun mína. Og
en ég var á Hvítabandinu sem var dagdeild hérna geðdeildar Landspítalans hérna eftir á Skólavarholtinu árið 2010 og þar voru yndislegir sálfræðingar og þar lærði ég eitthvað mikilvægstu leksíu sem ég lært ég gleymi aldrei þegar hún sagði mér þetta, sálfræðingurinn þú er alltaf val þú getur valið gömlu leiðina sem í mínu tilfelli að fara upp í rúm og loka mig af og vera óvirkur í svo mánuði með árum skiptir eða nýju leiðina sem þú tapar aldrei á að reyna það er þá í mínu tilfelli að reyna halda eitthvað smá virkni og það er raunin ástæðan fyrir því að ég þrátt fyrir þessi erfiðu veikindi sem ég var að segja frá áðan er að ég veit í dag og ég meina ástæðan fyrir því að venjuleg manneskja fungerar er að hún fer í vinnu og hún á sér áhugamál, hún á sér vini þannig að hún þarf ekki að takast á við þessa existential krísu sem ég er að gera því að þetta gefur lífiðinu tilgang fólk átti sig ekki á því sem að hefur helst að vinna hvað ég öfunda þetta fólk ég væri tilbúin að gefa allar námsgráðunum mínar og byrtingar til þess að geta bara átt eðlilegt líf en það væri svona einhver automatík sem heldur uppi í staði fyrir að þurfa eiginlega að halda þér uppi ég er alltaf í torfærum og eins og ég lýsi þarna í greininni að það er ömurlegt að þurfa enn að kljást við það að líða eins og litlum krakka sem horfir út gluggann bókstaflega og ég skil ekki ég meina kona mín er í erilsömu starfi í Háskóla Íslands í stjórnunarstöðu og er í rannsóknum með doktorsnema ég stundum bara, ég gáttar á því þegar hún er að vinna heima og ég heyri ding, 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 ding endalausir tölvupóstar ég fær kannski einn tölvupóst annarkvöld dag og það er nóg fyrir mig þannig að fólk sem að ég öfunda þá sem geta gert þessa hluti en ég er búin að lifað í erli. En er það þannig, öfundur það fólk sem að lifir í erli áttu ekki einhver liti er ekki eitthvað þetta líf sem hún búin að byggja þér upp og þú lifir innan getur skrifað greinar og lifað skapandi lífi þetta er náttúrulega þetta er einmannlegt líf og til dæmis ég er margir í erlinu sem að öfunda það að fá bara ding annarkvæð dag öruglega sko en vinnan er svo stór hluta sjálfsmynd fólks sko. Og það var það erfiðasta fyrir mig að sætta mig við að vera með allir þessa menntun og vera búin að vera forsíðu mond og ég meina því ég gef stutt útgáfa lífi mínu það er lokaður í öryggisvistun og geðdeild og forsíðu mond og allt þar á milli en ég er sem sagt ég er búin að sætta mig í dag að ég mun líklega ekki vinna eins og venjulegt fólk en ég er búin að finna með góðan stað með hjálp þessa sálfræðings þannig að ég get tekist þá við mjög alvarleg líkamleg veikindi án þess að loka mig algjörlega af. Og hefur reynslu sem er verðmætt og get komið til skila eins og í þessari grein og vantarlegri bók og sem á erindi til margra og er mikilvæg inn í samfélagið. Það er svo sem annar að dæma það en ég get dæmt það bara. Og það er náttúrulega en þetta er búið að vera erfitt. Ég meina skrifa þessa bók ég fór í 7 mánaða djúpt þunglynd eftir ég skrifaði bókina. Og svo tók við leitin útgefanda þannig að þetta er búið að vera ég er glaður í dag en þetta var nánast að buga mig og klástu veikindin sem ég ætla ekki að fara nánar út í. Þannig að en ég er rosalega hamingjusamur í dag. Þetta við svona fljótlega í samtali okkar þá vorum við með rúmlega 20 Steindór, Bjartan svolítið svona með taugakerfið utan á sér viðkvæman mann sem fór til Afríku og núna sittum þú hérna á móti mér og nú, hvað er það orðin, 56 ára gamall það er 57 haust þetta er sami maðurinn já nema hvað öll frumefnin er búin að skiptast út já. Hvað þetta er ekki það líf sem að Steindór 21 árs sá fyrir sér? Nei, heldur betur ekki. En þú horfður tilbaka, hvað svona líf er þetta? Þú getur ekki skipt, þetta er þitt líf? Nei, þegar ég horfður tilbaka núna,
það er nú eina gjöfunni sem sálfræðingurinn gaf mér, er að ég get hort núna á allt sem ég hef afrekað og verið stoltur af því. En það sé ég náttúrulega stoltastur að vera börnum mín. Já. Sonur minn Ófeður Atli, hann er tölvunarfræðingur og er í meistaranámi og er að vinna hjá tölvufyrirtæki. Dóttir mín Anna Eva, starffræðingur, er í meistaranámi. Þau eru bæði að vinna með gervigreind sem ég hata by the way, ekki tala um dömi aftur, krakkar. Og svo eignuðust við son 2010, hann er örverpi og sem er yndislegu drengur, þannig að sem að segðu mér eitt, mælir þú ekki með því að fólk eignist örverpi? Það er stórkostlegt. Það er nefnilega allt og lítið talað um það, hversu stórkostleg gjöf það er fyrir foreldra sem eru orðnir svona miðaldra að eignast örverpi. Maður er miklu betra foreldri. Maður er ekki eins kærulaus og hérna, ég meina þegar ég hugsa um það að við vorum bæði í háskóla þegar Ófeður fæddist og hann var bara byrjaður á, hann var hendi í leikskóla þegar hann var 6 mánaða. Ég hefði aldrei samviskut til að gera svolítið í dag. En ég á þessi yndislegu börn og Sigríði Klöru eiginkonu mína og það er náttúrulega hápunkturinn á minni tilveru. Og allt hitt er ég með doktorsgráðu auðvitað á mér og stoltur af því en fyrir mig er það í dag skiptir ekki máli því að það er fátt skemmtilegra en að fylgjast með börnunum sínum vaxa úr grasi og ná þeim árangur sem mín börn eru búin að ná. Og það er svona þitt fjölskyldulíf, svo er eitthvað samfélag þarna, en svo þú lest mikið og lifir í einhvern veginn í heimi bókmennta og sögu og ég les mikið. Þú ert vel lesin. Og svo einhver leiti ertu með hugaðinn einhver leiti með, ég segi ekki með aðra löppina inn í slíkum heimi, en það er næstu mætti að segja það. Jú, ég þegar ég var að hugsa um samtal okkar í morgun og þá var ég að hugsa, mér líður stundum eins og Selig, The Human Chameleon. Hann var alltaf, ef hann fór með indverskri fjölskyldu þá breytist hann í Indverja og ég er þannig, ég fæ alltaf svo mikið passjón fyrir viðfangsefnunum, hvort sem það er fræðimennskan í gegnum námsgráðurnar eða eins og til ég heldi mér út í líftæknina og skrifaði bók eða trúmálin og ég kafa svo djúpt á hlutina en ég get farið aðeins að rökræða allavega í hálftíma við sérfræðingarna og eins er þetta með geðlæknisfræðina og þetta er stórkostleg gjöf og ég er þannig að ég nenni aldrei að vera lengi í sama viðfangsefni, ég fæ nóg það er þess að skipti alltaf en núna er ég búin að finna minn stað sem eru bókmenntirnar, ég hafði trassað þær lengi og það sem að bókmenntirnar hafi gefið mér og lækningamátturinn í bókmenntunum er náttúrulega stórkostlegur og ég er að koma því til skila í þessari grein. Það kemur svolítið vel til skila. Það sem er svolítið ógnarlegt í þeirri grein og vísunin í bókmyndin er að þú ert eiginlega að vísa í höfunda sem meira og minna drápu sig. Nákvæmlega. Það er svona einhver dimmur bassatónn undir þessu. Það eru höfundarnir. Lífið sé svo erfitt að það eru bara hjalli sem að koma til gerna það. Þeir höfundar sem að snerta mest við mér, eins og Virginia Woolf og Sylvia Plath sem að fyrirfór sér báðar og rússnesku skáldin sem ég fjallum í þessari bók, Anna Akhmatova, Maria Tsetsjeva og Osip Mandelstam. Þau lifðu öll góðu millistéttarlífi á keisarárunum og svo bara urðu þau lost eins og allir í umróti byltingarinnar og ruglsins sem kom í kjölfarið og það er eitthvað í skrifum fólk sem hefur svona reynslu sem að snertir mig þannig að ég bara það er ólýsanlegt að lesa ljóð Osip Mandelstams, Maríu Tsetsjevu og Önnu Akhmatova. Ég fær bara gæsahúð að hugsa um þetta því að þeim tekst hvert á sinn máta að takast á við erfiðleikarnir sem þeim búa við og gera eitthvað gott úr því. María Tsetsjeva fyrirfór sér, Anna Akhmatova gerði það ekki og var bara hetja meðal svona
andófshreyfingarnar í Sovétríkjunum og Ósel Mandelstam, hann konan hélt í honum lífinu. Konan hefur haldið í mér lífi og María Tsetsjeva skildi ekki við eiginmann sinn því að eins og ég segi í greininni að hún sagði að maðurinn minn myndi ekki lifa án mín. Þannig að eitt sem ég er að gera með þessari grein er að eyða mýtinu að kallinn sé sterka kynið. Í mínum huga, mínu reynsluheimi er konan sterka kynið. Þannig allavega í minni ættar er svona sjómannskonur sem héldu öllu gangandi. Já. Það er allavega mínar ættir eru þannig. Já. Það eru konurnar eru þinnar sterku. Já. Herðu, Steindór. Já. Þú ert eiginlega búin að segja það að svona samfélagið sé lítill hluti. Þú ert með bókmenntirnar, þú ert með fjölskylduna, svona þitt innar líf. En samfélagið þarna úti, því við sittum nú hérna við svona rautt borð þar sem við ræðum samfélagsmál alla daga. Hefur áhuga á samfélaginu? Finnst þér það að vera að þróast á góðan hátt eða slæman? Það er margt sem finnst að í nútíma samfélagi og til dæmis hvernig snjallsímarnir eru að taka yfir líf fólks sem bara, maður sem á ekki snjallsíma, það er fyrir mig til dæmis það er bara erfitt að vera í strætó því að þetta er svona ekki áreiti fyrir mig að fólk er svo tillitslaust. Hvernig borgar í strætó? Hvernig borgar í strætó? Með korti. Já. Og ég er bara með vísakort og debitkort, svona gamla mótan og maður sér hvernig þessi tækni er að bara heltekur líf fólks og þetta er svo mjög tímaþjófur og ég er náttúrulega bara steingerfingur sem er að hverfa en mér finnst þetta ekki skemmtileg þróun og þetta náttúrulega kemur niður á bókalestri. Ég er svo gamaldags að ég kaupi bækur, vil halda á þeim, geta kvotaði þar og ég veslaði bóksölu stúdenta, ég hætti fyrir mörgum árum að kaupa á Amazon, ég vesla ekki glæpafyrirtæki og ég skil ekki fólk sem getur verið á Facebook og nota Google því að þetta eru verstu einangrunarfyrirtæki sem í mannkynssögunar. Hefur sést, já. Og ég hvet alla til að lesa bókina The Age of Surveillance Capitalism eftir Sjósana, hefur lesið hana? Nei, ég hef ekki lesið hana, ég hef lesið hana. Þannig að mér finnst ég vera bara algjörlega lost í nútíma samfélagi því að það náttúrulega endurspeglar bara náttúrulega aðal ástæðan er að ef ég hefði átt eðlilega ævi þá væri ég bara virkur þáttakandi í þessu en ég reyndi lengi vel til þess að ég reyndi nokkur sinnum að vera á Facebook en bara gata ekki, heilsan leyfði það ekki en eftir að ég komst að þess, las bók Sjúsun The Age of Surveillance Capitalism þá er ég komið hugmyndafræðilega ástæð að taka ekki þátt í þessu en þetta er einmannlegt líf því að þeir sem er ekki á Facebook, þú ert bara ekki til, maður veit ekki að tónleikum eða neinu og það hefur engin samband. En ertu nokkuð til inn á Facebook? Er þetta ekki svona útþynnt mennska og... Nei, ég er ekkert að segja það, þetta nútíma samfélag hendar mér ekki, og ég er náttúrulega búin að lifa mjög einangruðu lífi en ég var svo heppinn í fyrra að ég hef kynst nokkurum mönnum í gegnum 12-spóravinnu. En ég var svo lánsamur í fyrra að rekast á gamlan skólafélag og grunnskóla sem ég hef ekki talað við í áratugi og við erum perluvinir í dag, hann er Dagur Hilmarsson og þannig að ég kom með og það er bara nýtt fyrir mér Eiga vin. Það er bara ótrúlegt og svo var ég svo lánsamur líka í fyrra að kynna Skirði Elíasinni, rithöfundi það er komin annar vinur, þetta er bara nýtt fyrir mér. Já, 100% aukning í vinum. 100%. Já. Nei, ekki alveg, því ég var komið með nokkra kunningja úr 12-spóravinnu. En svona, já, svona vinir, það sem að... Það er á trúnaðarsamtal við. Já, og þannig að ég sem hluta samfélagi hefur ég hef átt mjög erfitt með að hluta samfélaginu, en það ég segi, mér líður oft eins og litlum stráks sem getur ekki tekið þátt í þessu. Og þess vegna líður mér best út í náttúrunni.
mér líður hvergi betur en það að segja fyrir utan heimilið en að vera út í náttúrunni einn og labba í hlíðu Esjunnar eða eitthvað staðar. Ég fór í göngu fyrir með dóttur minni í vikunni og löpum Ármannsfjall og það er svo stórkostlegt að vera þarna upp á Kaldadal. Þú heyrir ekki svona fuglasöng eða flugur, það er ekkert lífið þarna. Mér fannst það stórkostlegt. Þú lýsir miklum svona hörmungum og erfileikum en svo eins og þú sért að segja að þú sért einhvern hátt lukkulugur. Já, ég farin að sjá fegurinn í lífinu og það get ég þakkað fyrst vinnu mínu með sálfræðingnum og svo bókmenntunum. Og konunni. Og konunni þetta. Já. Það sem að þú hefur ekki aðganga neinu að þessu ef það ekki væri fyrir hennar stund. Nei. Herðu, Steindór, kæra þakki fyrir að koma hinga og deila reynsluðinni, styrk og vonum. Herðu, takk fyrir, þetta var miklu auðveldar en ég átti von á. Já, ég held að þið jákað reynsla fyrir flesta sem að koma hinga. Þetta er búið að vera alveg magnað. Bara takk fyrir. Ja, takk að þér miklu heldur. Og hlustundum þökkum við kærlega fyrir að staldra hérna við Rauðaborðið og hlusta á helgispjallið þessa helgina. Rauðaborðið verður næst á mánudaginn á slaginu 8. Góða helgi.